Já, tap í TM-höllinu eða Sláturhúsinu kvöld. Hvað er að gerast í þínum mönnum eins og í fyrri hálfleiknum þegar þeir lendir svona mikið undir? Bara Keflvíkingar ná að ýta okkur út úr öllum okkar aðgerðum sko. Þvinga okkur skot, lélegar sendingar, stela boltanum, hlaupa á okkur sem við áttum ekki að gera í þessu leik. Við áttum að hægja leikinn niður. Það er svona grófu dráttum er að það sko. Nú að tapa, þetta er fjórði leikurinn. Það er kannski ekki mikið að tímabilinu búið en hvernig finnst þér þetta hafa gengið svona almennt samt? Við hefum átt 2 fína leiki. Já. Þannig að það sé sko, tapa þeim leikjum mjög næmt. Já. Þú voru yfir á móti Grindavík. Vorum yfir á móti Grindavík, jú. Og vorum ekki góðir seinna leik, en við verðum bara að halda áfram að byggja ofan á lið og vinna okkar leik. Er eitthvað sérstakt sem að þú heldur að þú þurfa að gera til þess að skoppa tilbaka? Við þurfum að vinna sóknarlega okkar. Við spilum fína vörn oftast. Já. En sóknarlega séð og baráttulega séð, þá þurfum við að rífa úr í gang. Sóknarlega? Það verður með 31 stig inn í fyrri hálfleik. Það er ekki mikið. Það er ekki mikið, nei. Við fáum KR, Austur. Já. Ef við skeggjum heimsókn næst. Það er rétt hjá þér. Hafið þið eitthvað spilaði þá núna í haust? Nei. Hvernig líst þér á það matchup fyrir þína menn? Bara vel. Já. Það er enginn að fara austur að fá gefins sigur. Nei. Það er klárt mál. Og við ætlum ekki að gefa neitt eftir.